27. ágúst og FM 95 blöður hafið göngu sína þennan mánudaginn. Þetta lag með Lady Gaga sem heitir Applause. En ég reynda get ekki gert akkurat það því að ég fíla þetta lag ekki. Ég ætla ekki að applause it. En hann í fríi í dag, hann Björn Bragi, en þið þurfuð ekkert að óttast kæru hlustundur því að hann mættur hingað til mín, hann Jón Gunnar Geirdal eða Nonni Plugg eins og hann kallar sig. Vertu velkominn. Takk fyrir það, vinnur, kærlega. Hvernig ertu? Ég bara mjög góður á þessum mánudegi. Er það ekki? Jú. Já. Ég er vel undan menningarnættur helgi. Þú ert eiginlega bara orðinn fastur á mánudum. Bjössi búinn að vera svo löngu fríi. Ég bara var að skeifa hérna nummer 1 á mánudum, það frábært. Þannig að fólk ætti eiginlega að vera farin að venjast Nonna Tattoo hérna við mækinn. Já. Nonna Tattoo, Nonni Plugg, þetta alltaf venjast. Já, ég reyndar var búinn að gleyma, þú baðst mig að kalla það herra Ísland og ætla ég að standa við það. Bað reyndar ekki, en takk fyrir þessu samt. Já, ef þú erir að velja eitthvað af þessu. Af 3 vondum. Eitthvað af þessu rusli. Já, þannig að þú kemur vel undan helginni? Já, mjög vel, bara hljópa á lög, við vorum hérna bara öll familjan hljóp, ég hljóp þessu 10 kilometra og Já, safnar yfir miljónu, ekki? Já, komin í 1,2. Til hamingju með það. Það rosalegt maður. Gaman líka hvað sköllóttir, margir mínu bestu vinum eiga eftir að heita á mig. Það á meðal Auðun Blöndal. Já, það í dag, ég sagði það, kem inn í dag. Heiðar litli Austmann og menn sem að synda í þvílíkum auðum. Já, það var svo að bíða fram á síðustu stundu að heita á Gallamannin. Já, maður var upp í bústað og svona. Já, ég búinn að safna sérst 1,2 miljón í söfnunni og bara afskaplega glaður með það. Já, glæsilegt. Hvaða tíma varst þá? Ég var á 44,26, 10 kilometra. Já, vel gert. Það ekki fýtt tími? Já, bara mjög fýtt, sko. Ég var í Bjartsýnis kastarinn að fara að henda mér undir 45. Pétur Jóhann var með þess að bara ágætast tíma. Já, hvað tók hann á? Ég man ekki, ég fekk að senda, sko. Það var eitthvað bara mjög gott með við hann, sko. Já, með það að þú sagði mér að hann fór 10 km út daginn og var 2 klukkutíma, sko. Já, við heldum hann væri að klára á morgun, sko. Já, svo gáum okkur það, það hlaupa bara ennþá niður í miðborg. Hann yrði fram á þriðjudag. Nei, þetta, veðri hefði mátt vera betra, það var fínt að hlaupa. Já. En svo þegar leið á daginn og kvöldi, þá maður verið að lausa þessa rigningu, sko. Já, það var mikil rigning. Það var slatti rigning, sko. Það var nefnilega rigning í okkur upp í bústað á föstudeginum en ekki á laugardeginum. Já, ég er elska að hlaupa í rigningu. En rokið meira veginn, sko. Það var þetta frábært hlaupaður á laugardagsmorguninn og 14.000 manns að hlaupa, þetta alltaf bara trill, sko. Já, og mikil stemming í bænum og svona. Já, og gaman að vinna hring, af því að það er svakalig stemming hjá öllum íbúum sem að búa við þessa götu sem hlaupa eftir. Já, ég man eftir því þegar ég hljóp og allir að berja í potta og já, bara hljómsveitir og bara þvílíka stuðir, sko. Þannig að það var mikil stemming í bænum. Já, mikil gleði. Mikil gleði. Við erum með Fanta þáttandekur í dag, kæru hlustendur, ber það hæst að við ætlum að heyra í honum Aron Einari Gunnarsinni sem að sló heldur betur í gegn í gær í ensku úrvalsdeildinni. Þetta Corky City. Já, þeir unnu City 3-2 og hann skoraði fyrsta mark Cardiff í ensku úrvalsdeildinni. Hann komst í sögubækundinu í gær og við ætlum að heyra í honum hér á eftir. Hann í fantagýr þennan mánudaginn eftir svona sunnudag. Við erum með netmistnótkunna á sínum stað, sturla staðreyndir. Það flottulega keppnin hjá okkur, Jón Gunnari, því að Hjörp hættur á 50 og við höfum verið svolítið með flottulega keppnina hérna á mánudum. Já, þú bakaði mig fyrir viku síðan. Já, ég rúllaði upp síðasta mánudag, en það er nýtt tema í dag og það er hvað var vangalagið okkar? Hvað var vangalagið okkar? Það voru mörg sterk. Þeir voru yngri. Já, mörg sterk komið til greina. Þannig að það verður, rólegt og romantískt í flottilega keppninni. Er vanga en þá í dag? Við erum að fara yfir það eftir. Já, það er spurning. Jú, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Svo er það Barnalandið líka og já, svo ég ætla að heyra í Gils hérna eftir því að við vorum að rífast hérna á föstudaginn, ég og Egill. Sem aldrei fyrr. Já, þá var ég að tala við hann það að ég væri að fara upp í íbústað og hann bara hló og hann fannst að versta hugmynd sem hann heyrta því hann var að fara á snekkju á menninganótt með Ásgeiri Kolbeins og Ævari Kött Möndsen. Já. Svo fekk ég að sjá myndir af þessari snekkju bara núna í dag. Já. Ég grét úr hlátri. Þetta er bara næst í árabátur. Þeir voru bara 3 þarna að róa. Þetta var ekki snekkja og ég ætla að heyri Gilstarannum eftir og svona aðeins hann leta hljóma eins og hann væri bara fyrir utan Cannes á snekkju með Jay-Z. Já, bara þakka fyrir að Abramovits var ekki með honum þarna. En byrjum þetta eins og er á töffara sem heitir Eminem. Þessi snillingu kallar sig Eminem og lagið er Spacebound. Já, þetta varst með besta lagið á hans síðustu blödu, sveimið það. Já. Það var miklu uppaldi. En það áður við hringjum í Gilsarann og ræðum þessa snekkju við hann sem var víst bara einhver árabátur og þá ætlum við að fara hérna í slúður í FM 95 blöð. Og það er hellingur að vera. Það ekki? Jó, ég gætt valið, ég hefði getið verið með slúður bara í korter núna. En valdi svona 3 bestu og við verðum eiginlega að byrja bara að ræða Miley Cyrus. Já, það logar allt. Já, hún er virkilega umdeild og umtöluð þessa dagana eftir að
já, bara hafa orðið sér til skammar á VMAs í gerð, eða Video Music Awards, eins og það heita víst. Hvað er í gangi hérna? Nei, ég bara skilða ekki, ég var að horfa á þetta á hann, þetta er nú komið, ég sá að það voru margir búin að posta þessu á Facebook, þú veist að tók lagið þarna í gær, sem var ekki frásögu færandi nema það var bara eins og hún væri á einhverju, veist, bara á hestastyrum, bara ég veit það ekki, hún náði ekki að hafa tunguna upp í sér til að byrja með, alltaf með tungun einhvern veginn svona úti. Það var bara eins og væri út úr lyfjuð. Já, ég veit það. Og svo að rífa sendalast úr og mjög óviðeigandi hreyfingar. Endað á nærbuxum og brjóstarhaldara. Já. Þetta er barnaskemmtun, sko. Já. Það eru börn að horfa á það. Já. Og ég veit ekki og barnastjarnan hún, sko. Já, barnastjarnan. Já, það er líka, sko, það er eitt hún ætlar að losa sig við hennan Hönnu Montana stimpil þarna. Sem er fullkomlega eðlilegt. Disney ímyndina sína. Já, fullkomlega eðlilegt. Já, hún þarf samt ekki að breyta sér í hóru samt. Nei. Já, bara, kannski full hart til orða tekið, en bara... Já, þetta er bara svona, þetta lítur ekki vel út fyrir hana, sko. Nei, ég skil þetta ekki. Nei. Þetta er mest þetta flott lag hjá henni. Mjög flott lag. Akkur ekki að koma bara að syngja þetta. Já, ég meina, lagið er gott, en hún alveg upp á bak í performance, sko. Já, þetta var alveg skemmtilegt. En þú segir, sko, eitt að vilja losa sig við Disney-prinsessu Hannah Montana stuðið eitthvað, sko. Já. Skil það vel. En ef ekki að slaka aðeins á, það þarf ekki að fara akkurat á hinn enda spýtunum. Nei, og svona hálfpartinn hún var bara eins og einhver hundur að fróa sér á löppinni á fólkinu þarna og bítandi í rassi. Þetta var bara mjög óþægilegt að horfa á þetta, sko. Hún er örugglega hún er einhver að fá sér. Já, allavega einhverja 2-3 bjóra, ef ekki, eins og ég segi, eitthvað allt annað. En netið loður út þessu, það er allstaðar. Og það er enginn á rósinni. Enginn. Og þetta er örugglega erfiður mánudagur hjá henni. Já, hún kemur ekki eins vel undan helgin og við. Nei, kannski er henni bara drullu saman. Svo er það líka bara. Hún er bara Miley Cyrus og veist. Já, ég veit ekki. Hún þarf ekki að kvarta svo sem. En svo er það annað líka sem er mikið í slúðupressinu og það eru hjónin Khloe Kardashian og Lamar Odom. Ég er nú reyndar komið með upp í Koka og fjalla hérna Kardashian fjölskyldunni sem þetta. Já, hann er horfinn ekki. Jú, hann hefur ekki sést bara í eitthvað 72 tíma og vinir hans eru, skítræddir við að hann sé út úr dópaðar eitthvað starf. Og hann er vist, hefur verið að nota crack cocaine samkvæmt þessum slúðurmiðlum og hann er ekki að spila með neinu liði í NBA núna, er ekki að æfa, hann er sem sagt samningslaus. Hvað, fer maður þá bara nú, hann er á hlempar og keyrir sig í gang? Þetta er ekki. Þetta er syndur í peningum. Já. Og það hefur allt til alls. Og hvað? Hún var vist búin að henda honum út, sko. Já. Og núna eru menna að ræða að það hefði verið vegna eiturlyfja neyslu, sem er leiðilegt að segja frá. Já. En hann er allavega týndur og hefur ekki sést heilingi, ekki í 72 tíma, samkvæmt þessu. Já, þetta er einkennilegt. Já, þetta er leiðilegt maður. Veist, hann er ekki á samningi á NBA, gefum okkur gaurin eigi bara... Hann á marga miljónir, sko. Já, og jafnvel milljarð eitthvað, sko. Já. Og hvað, þú er bara heima mókið í kókaini og hverfu svo? Já, ég skil þetta ekki, sko. Já, það er greinilega rosalega erfitt að vera svona ríkur og frægur. Já, hann ætti að prófa að vera í 2 minnum með, þriðja barn á leiðinni. Ekki það ég sé því, en það er einhver í að núti. Þú geta að vera fréttir í það? Já, nei, ekki svo gott. En svo er það í lokin, það er annað mál sem er virkilega umtalað þessa dagana. Og það sem að þú ert nú líka mikill svona movie buff, eins og að kallast það núti, eins og í sletta eins. Mikill. Hvernig líst þér á Ben Affleck sem Batman? Ég veit ekki. Nei. Ef þú hefði spurt fyrir 2 myndum síðan. Það var sagt glemt þessu, sko. Ef maður sagt, sko, fyrir Argo og Town, þá hefði sagt bara glemtu hugmyndinni. Já. Veist. En ég skil ekki, ég var ræðið þetta við Egil hérna, sko, á föstudaginn. Ég skil ekki okkur hann að taka þetta að sér. Hann var að vinna Óskarinn fyrir bestu bíómyndina sem leikstjóri. Já. Og þvílíkur upplið, ákveður að taka svona áhætti eins og núna, það er yfir 50.000 manns búin að skrifa undir undirskriftalista sem það er skorað á framleiðendur myndarinnar að sleppa því að hafa Ben Affleck hana. Þetta er náttúrulega ekki besti leikari hérna, Christian Bale er frábær leikari, sko. Já, og hann hafnaði $50 milljónir. $50 milljónir? Já, hann vildi ekki vera Batman-leikur, veistu það? $50 milljónir? Það er ekkert í þessum heimi, það er að segja fyrir utan það, ég myndi ekki drepa, ég myndi ekki fremja glæp fyrir $50 milljónir, en allt annað myndi ég gera. $50 milljónir? Já, þú mætti pissa á mig. Já, ég myndi pissa þig fyrir $5 milljónir. Ekki einu sinni 50. Ég myndi mjög á þig fyrir kipp og bjór. Hann sleppti $50 milljónir. Þá veistu að þú átt eitthvað penning. Já, þetta er skrítið skref hjá Affleck. Já, ég er sammála því, því að það er allt vitlaust út af þessu og okkur... Hann er á, þvílíkur uppleiður og virtur leikstjóri. Ég er búin að sjá 3 myndir sem hann hefur leikstýrt. Gone Baby Gone, sem að fóð lítið fyrir, var frábær. Já, með Morgan Freeman og Casey Affleck hérna. Já, virkilega góð. Town fannst mér bara gegn. Town er bara með betri myndum. Já, hrikalega góð. Argo, hrikalega góð. Já, sammála. Og fara svo að leika, og sérstaklega í svona sjóðheitt hlutverk. Christian Bale bara búin að, Dark Knight er bara eitt svalasti karakter ever. Þú getur ekki komið eftir honum og gert það vel. Nei.
Það er bara fáránlegt. Ekki nema, ég veit ekki hvað hann á að koma með í þetta hlutur, sko. Það er margir búin að vera Batman, Michael Keaton og Clooney og allir, sko. Þetta væri svona eins og að ætti að fara að gera nýja seríu á Næturvaktinni, Pétur Jóhann vildi ekki vera með og ég ætti að vera... Ólafur Ragnar. Já, bara sleppt þessu. Þetta er mjög sérstætt, sko. Þetta var slúðurpakki dagsins. Hér eftir smástund ætla að ringi Gilsarinn og ræða við hann þennan árabót sem hann var á Menningarnótt, en já, hann vildi meina að þetta hefði verið snekkja. FM 957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Mertu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leyst. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag er þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leyst þau. Núna býðst þér frýr kynningartími í kvöld klukkan 8 hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555 7080 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. Corona kynnir. Yamaha, La Fontaine, Kerr, Steindór og Mugli taka þátt í undankeppni Movida Corona, stærstu DJ-keppni í Evrópu á Harlem á föstudaginn. Keppnin byrjar klukkan 10, 1500 krónur inn og ískaldur Corona fylgir. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Kynntu þér stuðrana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, Vörðklass, Rocky Reykjavík, Ritz og Pizza og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Þetta heitast það í dag Avicii, Wake Me Up. Þetta er gott lag. Já, mjög gott. Ég vil að þetta. Svona country-li samt í þessu. Já, hann náði að búa til flott country það. Ég er ekki mikill aðdáandi á country. Nei, ég er það svakalega ekki, sko. Það styttist hér í viðtal við Aron Einar Gunnarsson. Við ætlum að ringja til Wales á eftir. Hann er, líklega stið svo vinsælast í Cardiff í dag eftir að Cardiff vann City 3-2 í gær. Hann og Fraser Campbell, United-maðurinn, þeir söktu City í gær. Það var æðislegt fyrir okkur United-mennina, svo er líka netmisnótkunnin, flottulega keppnin, barnalandið, sturlaða staðarindir og ég veit ekki hvað og hvað hér framundan. En það er eins og að komið að símtali núna. Ég ætla að hringja í vin minn Egil Einarsson. Já. Eftir að ég veit ekki hvort að þú heyrðið þáttun okkur á föstudaginn, Jónsi. Já. En við vorum ég sá hann mér að vera að fara upp í bústað. Ég var upp í bústað helgina. Já, með félónum. Já, með félónum, æskuvinnindi frá Sauðárkróki, fórum allir saman í golf og boccia og eitthvað. Hrikalega skemmtilegt. Já, ræði, en hann átti ekki til orð, hann Egill. Ég var að fara upp í bústað með 9 strákum frá Sauðárkróki. Já. Og montaði sig gríðalega á því að meðan að ég er upp í bústað að spila Ludo, þá væri hann á snekkju með Ásgeiri Kolbens og Ævar Gudmundsson. Á snekkju? Á snekkju, já. Já. Sem ég bara svona eitthvað, já, ok, frábært, kíktu bara á þessa snekkju. Já, skemmti þið bara vel. Já, góða skemmt. Nefna það svo fekk ég þess að myndir af þessari snekkju í dag. Ég grét úr hlátri. Já. Því líka snekkjan. Rosaleg. Þetta var bara, ég veit ekki hvað þetta gallast, bara eitthvað svona, ekkert aðeins sem þannig séð, en það var ekki snekkja. Nei, en var einhver að fara borð í snekkju annar en Egil Einarsson eða? Já, þú meinar að Ásgeir Kolbens hafi ekkert verið búin að lofa snekkju, Egil það er bara að kalla þetta snekkju? Ég held ekki, sko, veist. Ég var nú bara ráfu borgina með börnunum mínum annað og bara rólegur og hefði nú kíkt borð í þessa umræddu snekkju. Ef maður hefði verið í þeim gírnum, en ég veit ekki, Egill og Snekkju og Ævar Gudmundsson og Ásgeir Kolbens. Hann vildi freka vera þar,
en með félagum í sumumbústað. Já, hann reyndar, hún var ekki boðið með okkur upp í bústað, enda ekki frá Sauðárkróki. Hann sagðist líka frekar vilja, ég man ekki hvað, drekka leðju heldur hann að koma með. En það ekki eins og Abramovits hafi lánað snekkjuna. Ég sé myndir af þeirri snekkju, sko. Þetta var ekki, ég ekki greinast, ég sá myndin í það og ég grét úr hlátri. Þetta var bara eitthvað svona dallur og ég ætla að hringja nú niður. Íslenskur bátur, já, þú tekur þetta, þið fóru vel yfir þetta einu fyrstæðum, maður lifandi. Ég skal ræða þetta hérna við hann, maður sjá, ég ætla að stilla hérna númerið hans og svona aðeins að ræða þetta við hann. Já, halló. Egil, Já, sælunni drautið hérna. passaður. Hvað segirðu? Bara létt ljúfur, kátur. Úrst í beinni útsendingu FM 95 blöð? Nei, Já. ok, wow. Það er ljúfa. Til að hafa mikið með það. Já, magna. Hvað er þetta að brasa á þessum Í mánu? beinni? Já, hvað er þetta að brasa á þessum mánudegi? Ég er bara í sporthúsinu, Svaltar. Ok. Bjarga landinu. Já, ég var að heyra svolítið skemmtilega hluti á hvað hringja hans í þig, svona eftir rifrildu okkar á föstudaginn. Nú, hvað? Já, þú gerði nú ekki lítið grín að því að ég ætlaði upp í bústað helgina og hafa það kósi. Já. Því að þú væri á leiðin á Snekkju með Ásgeiri Kolbeins og Ævari Gudmunds. Það var nákvæmlega sem ég gerði. Nei, ég frétti þetta hefði ekkert verið neinn rosalega snekkja. Þetta var eitthvað 40 manna dallur sem voruð á, ég er búin að sjá myndir af þessu. Þetta er ekki snekkja, Egill. Hvað veist þú um skip? Þú varst bara á einhverjum bát. Þú veist ekki um skip? Á hverju þetta ljú alltaf. Veist ekki neitt? Veistu hvað snekkja er? Veistu hvað ég var að gera? Með 8 gæja á Sauðárkróki í bústað. Þú varst á einhverjum bát með Ásgeiri Kolbeins og þetta var bara einhver dallur. Ég stóð þarna á bátnum með hægri hönd, Ævar Gudmundsson, vinstri hönd, The Coldfather. Beint fyrir fram á mig, magadansmær að dansa. Bak við hana, flugeldar. Þetta er sem ég var að gera. Já. Hvað varst þú að gera? Á einhver- Þú stóð okkur 8 gæja sem eru allir 100 kg á hungir, frábært. Herðu, þetta var ekki snekkja, þetta var einhver dallur, ég er búin að heyra það, þetta hefði verið bara eitthvað svona 40 manna dallur og jújú, það verið ágætt að horfa á flugvallarsýningunni í þessu, en þetta var eins langt úr að vera snekkja og hægt var. Nei. Ég ætla ekkert að vera að rakka niður Kolbein, hann var ekkert að græja neina snekkju þannig til hamingi með þetta, þú voru að gera aðeins meira að grína mér á föstudaginn. Sko, málið er að King Svali, K100,5, hann stál snekkjunni, sko. Það er sem hann gerði. Ég frétti það, hann hefði verið að snekkju, þið hefði verið okkur dall. Hann tók ekkert aukalega að vera það, sko. Nei. Þegar við mættum hana, ég bara svona, wow, Rondi snekkja. Og sá Svali stóð þarna yfir stigan í svona brettaðaganni og ætlaði bara að lappa inn og hann bara, hvað er það bara? Snekkjuna? Ó, hvað þetta er Og vandræðilegt. bara sagði hann bara, ert þú að vinna 100,5? Ég bara, nei, ég er rappin 957 og Bettan Ívar Guðmunds að vinna á K100,5. Ég bara, nei, Ívar Guðmunds er andlit fylgjunar, einmitt, drulluð ykkur þanga. Betta hinn bátinn, sko, svo við liðin á. Sem var eitthvað krap. Eitthvað krapp, þetta við ykkur fyrir bátum með þeim. Þetta var bara, það var á 3 hæðum. King Svali var með snekkju, þið voru á okkur olíubát bara. Bara einhverjum dall. Fyrsta lagi á Blondale. Þá var á neðstu hæðinni í bátnum okkar sem þú kallar niðurlægandi dall og ég vona að skipstjórinn sé ekki að hlusta núna. Neðstu hæðinni var bar og þú lappaði á bar og það getur ekki vodka Red Bull. Það er sjálfsagt einnig, viltu ekki að vera það? Já, Það er ekki góður. þú getur allstaðar hentur bar, ég var með bar í garðinum hjá mér daginn, sko. Sér lappaði 3 hæðir, fórst út, horfður á flugvallarsýninguna, glampandi, sko, kannski ekki Glampandi sól. en það var loknall á hana, það var engin rigning, það gæti ekki að vera betra og Ásgeir Kolbeins bauð öllum keppendum Munku Ísland með á dallinn. Já, þetta hefur verið veistlaðna hjá okkur. Ég misti greinilega rosalega miklu, ég vildi bara heyri þér eftir Það gekk ekki lútó. ég grenjaði úr hlátir á þegar ég sá myndir af þessum dallsegðum voru á. Þetta er bara með því betra sem ég sé, bara tala um að setja að fara á einhverja snekkju. Ég vildi hefði verið þetta með mér því að ég táraðist úr hlátri. Ég myndi frekar Þvílík snekkja. fara á árabát Ég satt á það með tölvunina, með 9 gæjar grenjandi úr hlátri. Bátur. Þvílíka snekkjar sem þið voruð á. Ég bara ángrís, ég pissa hann að stýr 9 mig. gæjar frá Sauðárkróki í bústað. Til aðmyggja með menninganóttina á snekkjunniðinni. Það er í orðabók og flettur upp helvíti, það stendur 9 gæjar frá Sauðárkróki í bústað. Ef þú flettir í orðabóku og finnur ligari og mynda þér skælbrósandi, ógeðslega ligarinn. Til aðmyggja með snekkjunni, heyrir á föstudaginn. Já, það er raskatur. Ok, G-Pub. Já, þetta var Egill Einarsson og já, eins og ég sagði ykkur aðan, þetta er með því betra sem ég sé. Þeir voru ekki á snekkju.
Alicia Keys. Hrikalega gott. Empire State of Mind. Já, mann langar bara til New York þegar maður heyrir þetta, maður. Já. Sveimur þá að maður reynir ekki að drífa sig bara í september. Já, þú hlýtur að fara. Þetta besta borg í heimi. Það bara þannig. Ég held það, sem við þá. Já, þetta svona líka eina borgina sem ég nenn að túristast. Ég svona nettur haugur. Já, það líka þegar gaman að rölda New York. Já, hún svo geggjum. Mér leiðist bara aldrei þar. Það alveg sama hvað ég að gera. Það ekki hægt að leiðist í New York. Nei, stórkostleg borg. Styttist hér í, skal ég ykkur segja, sturlaðar staðreyndir og viðtal við Aron Einar Gunnarsson sem skoraði mitt fyrir Cardiff í gær. Og talandi að skora, það svaðalegu leikur í kvöld. Hrikalega góður. Það Manchester United Chelsea og ég búinn að vera með í maganum bara í allan dag. Já, þú reyndar óvenju stressar oft fyrir leiki. Ég horf mikið mjög reglulega á leiki með þér. Já, þetta bara, getur sest á sálinni höfum, sko. Ert þú einhvern tíma rólegur yfir United-leika? Nei, mér líður alltaf illa. Jú, ef það væri kannski Manchester United, þú veist, Hull í kvöld á heimavalli United, þá var ég ekkert að deyja úr stressi, sko. Líka bara þessi Rooney þvælu. Já, Rooney, hann vilja fara til Chelsea, Mourinho komin aftur. Þetta svona, leikindin verða ekkert mikið stærri en þessi, sko. Og Mourinho líka endalaust að rífa kjaft núna, sko. Já, sko, sem að gæti orðið þess að ég byrja að hata hann. Ég hef alltaf elskað hann. Ég vildi sjá hann taka við að Ferguson, sko. Já. Af því að mér finnst það svona töffari, ekki það, ég fíla Moyes og treysti þeirra ákvörðun. En núna gæti fara að detta inn að Mourinho byrja að fara í taugarnar mér. Já. Af því að hvernig hann í viðtölu núna. Það sérstaklega fyrir þennan leik og meðan félagskiptaglugginn opinn og svona, sko. En hann veit alveg hvað hann að gera, kallinn, við erum að gefa hann það. Já, þetta snillingur. Svo skal ég púlarum til hamingju með sigurinn helgina. Unnu 1-0, erum búin að vinna fyrstu 2. Og Arsenal líka, unnu í meistaradeildin úti 3-0 og 3-1 í deildinni. Já, þannig að ég held að séu flestir á Íslandi sátti nema City-menn, eða City-menn, nema Gulli. Já, nema Gulli. Hann er þessi City-maður sem að er hérna. City-stuðningsmaðurinn á Íslandi, en við ætlum með þetta, eins og ég sagði heyri Aroni Einar eftir smá stund en fáum auglýsingar fyrst. FM 957 kynnir skólaleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu myndaðir þar sem þú lætur fara vel þig í nýju flottu hægindastólunum í Kringlunni og postaðu á Facebook síðu Kringlunar. Mundu að merkja þig á myndina en heppnir aðalar verða dregnir út og fá vegleg gjafabréf frá flottum verslunum. FM 957 og Kringla. Nú skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Mundu eftir afsláttarheftinu. Kringlan, af öllu hjarta. Corona kynnir. Yamaha, La Fontaine, Kerr, Steindór og Mugli taka þátt í undankeppni Movida Corona, stærstu DJ-keppni í Evrópu á Harlem á föstudaginn. Keppnin byrjar klukkan 10, 1500 krónur inn og ískaldur Corona fylgir. Egilskull kynnir. Allir leikir í beinni á risaskjám. Enski og meistaradeildin. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Egilskull. Léttul. Það alltaf verið geðveikt í skiptibókunum í Griffli, Skeifunni 11. Opið til 11 í kvöld. Ekta eldbakaðar pítsur. Gamla smiðjan Lækjargötu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done. Hugljúfur tónar hér hjá Bruno Mars. Heldur betur. Til lagið When I Was Your Man. Notalegt á mánudegi. Já, ég að taka Bruno Mars í sátt. Veist hann ágætis tónlistamæður. Bara poppblaðran í mér hefur gaman að sum. Já, mér fannst hann svona nettur vælukjói fyrst þegar ég var að hlusta á hann, en við erum mótið vinir í dag. Já, gott. Gefum það. Ég hef sett á hann fullt af skemmtilegu nöfnum, eins og Bruno Mars og... Já, þetta mjög skemmtilegt. Þú varst lengi að spá í þessum. Já, á sínum tíma. Gott að henda þessum inn núna. Við Hjöppi vorum konum með hellingabröndur Bruno Snickes og eitthvað. En hérna, það komið á sturlum staðrendum þennan mánudaginn. Glæsilegt. Og ég með 10 fínar staðrendir handa ykkur, kæru hlustendur og þig, Jón Gunnar. Já. Ert þú tilbúinn? Ég klár. Vonandi. Hlustendur líka og þá skulum við bara byrja á sturlum staðrendum. Að segja einhverjum að róa sig versta leiðin til að fá hann til að róa sig.
Það er versta liðin. Já, og ég fór svona að hugsa, þetta er kannski ekki beint sturglu staðreind, en það er samt svolítið til í þessu. Það er sannleikur þarna. Já, ég bara man bæði þegar ég var úlingur og annað, þegar ég var alveg brjálaður í fótbolti eða í einhverju brjálaðiskasti og róaði þig, já, þá róaði þig ekki. Nei, bara pirrast meira. Já, það er mér alveg sama hvernig það er sagt við þig, bara róaði þig, það bara virkar ekki. Ég þarf ekki að róa mig. Róa þú þig. Það er eitthvað þarna. Já, fólk, já, svo er þetta líka skemmtilega. Fólk trúið frekar ef þú kvistlar hlutunum að þeim. Hæ? Ef þú, til dæmis, ég myndi koma núna og segja við, herru, ég er að vera pabbi. Andru kannski, já, ok, en ég kem til þín og myndi segja, ég er að vera pabbi. Þá trúið þið frekar? Já. Það er pínu bara creepy, sko. Er það ekki samanlega? Ég veit það ekki. Ég er að verða pabbi. Mér finnst þú góður strákur í ungunar. Þetta er pínu svona, I see dead people. Sem ég trúður enda. Þú ert góður strákur. Það trúður að drauga. Trú ég? Já. Ég veit það ekki. Nei. Er það, en þú? Ég veit það ekki heldur. Nei, ég... Margir sem hafa samt séð draug, eru þið þá að ljúga? Nei. Vel við hæfis umræða þegar FM-hlustundur er að fara að sjá Conjuring kl. 11 í kvöld og vantar að skýta í buxunar. Já, það er vist einhver svaðaleg hryllingsmitt. Já. Ætlar að kíkja? Nei, ég er bara 11 bíó, get ég ekki svona seint, sko. Nei, þú veit ekki, þú ert náttúrulega orðin 70. Það er orðin 70. Það getur ekki kíkt í 11 bíó. Ræs. Já, hörru, ég er ekki að sofa til hádegis, færi ræktin og kíkja svo í útsendingu svo þú, sko. 11 bíó. Það er Ræs 0700 með erfinganum. Já, ég er náttúrulega að glemja því, þú átt 13 börn. Herru, svo er næsta. Já, það var maður sem drakk 119 bjóra á 6 klukkutímum og setti heimsmet. 119 bjóra? Já, hvað er það margir kassar? Það eru 6 kassar. Á 6 tímum, maður. Vá, maður. Það er bara kassa á klukkutíma. Það er rosalega. Já, ég kallaði mér nú tankin í gamla daginn, fjandinn, þessi rúlaði mér upp, maður. Hvernig var hann eftir... Hvernig var þingan? Úf, stóð hann í lappirnar? Ég veit það ekki. Hann alltaf að náða að klára þetta. 119. Samt hefði hann ekki alltaf farið í 120. Hann hefði potið drepist eftir 119. Já, ég veit, mér er bara ólíkitt að hann tekið 119. Hvað er myndið þitt á 6 tímum? 6 tímum? Ég bara telið ekki ón í mig, sko. Hvað myndir að halda? Segjum að verði í matabók klukkan 7 kvöldi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Já, svo ertu... Já. Hvað heldur þú að hafi drukkið marga bjóra á 6 tímum? Á 6 tímum? Já. Mest? Já. Wow. Þá erum við öruglega að tala um svona, þetta er öruglega þá dagdrykki ekki á mestlun manna helgi einhvern tímann. Þegar maður byrja að snemma. Byrja bara í hádeginu. Já. Já, ætlum maður í... Hvað, 2-3 kýpur það? Já, aldrei meira. Nei, mér veist, 6 kassa. 119 bjóra, maður. Ég var ekki til að hitta mig þá. Nei, vá, maður sá, þú væri komin í svartnætti, maður. Já, hörru, rólegur fyrir Devil on the dance floor, maður. Við har aldrei séð manni að breiða á dansskólinu. Dansa reiður. Það er rosalega. Ættu að fara hana? Nei, ég veit að ég er að koma sko tilbaka en ég ætla að hætta. Kóifiskar, hefur heitt um þá? Kóifiskar, já, K-O-I. Já, kóifiskar. Þeir geta lifað í nokkrar aldir. Og það er vitað um einn sem var til dæmis 226 ára. Er vitað um einn? Já. Það var það Kitty Koi. Hvað er í gangi með þess staðinn? Það er vitað um einn. Nú hvað? Hörru, nenni þú að fylgjast með henni? Ég er að fara að drepast en þú að taka við rannsókninu eða? Hvað er að gera? Það er alltaf að vitað um einn kóifisk, ég veit ekki hvort hann heiti Kitty Koi, en hann var 226 ára. Það er ekki smá aldur. En hvernig verður hann að henda einhvern peningum í að rannsaka þetta langlíf í þessum fiskum? Já, kóifiskana. Já. Það er rosalegt með 226 ára. 226 ára? Já, það eru til skjaldbökur náttúrulega líka sem að sko verða 500 ára. Já, það er bara ævagamla sko. Já. Ok. Svo er hérna Lewis Carroll, já ég hef sagt þess áður, mér langar að ræða þess við þig, þetta er eitthvað fyrir þig. Lewis Carroll, höfundurinn á Lísa í Undralandi, eða Alice in Wonderland, vildi giftast 11 ára gammalli stelpu sem hétt Alice eða Lísa þegar hann var 31 árs. Vildi hann giftast 11 ára? Hvað er í gangi? Sem skrifaði reyndar ekki, því að Lísa í Undralandi bókin hans er ekki alveg svona barnaævintýri, þó hún hafi orðið það svona eftir Disney og hann skrifaði Alice in Wonderland og hann vildi giftast 11 ára stelpu þegar hann var 30, það er bara eins og ég er 33 ára. Já, ég væri til að sjá þá, já, þetta er bara eitthvað stórkostlega rámt við þetta maður. Það var ógeðir þetta. Ég ætla ekki að vera að Lísa í Undraland aftur maður, hvað er í gangi maður? Þessi gaur Lewis Carroll enginn hetja, sko. Já, ég veist og eftir þessa... Alveg saman að þú að skrifa eitthvað fína bók. Hann og Roman Polanski ætti að hafa partí, hann gifst einhverju frængu sinni eitthvað? Já, þetta er viðbýður. Svo er það hérna að eyða peningunum þínum í minningar frekar en hluti gerir þið hamingjusamari. Já.
Það svolítið til í því. Þannig sannleikur. Ég myndi frekka vilja eins og veist ég reyndar, fór ekki með sumar, döð langaði. En til dæmis eins og fara bara vægilegst tónlistarhátíðin í 3 daga heldur en að kaupa einhvern sófa, sko. Já, ég er 100% þarna. Ég, maður á að gera þetta, maður á að eyða í minningar. Þetta er góð punktur. Já, þetta er góð staðreynd, hún er stundið og sönn. Já, þú ert líka mikið þess, þú ert alltaf ferðast bara 6 sinnum í mánuði. Já, með tóm íbúð. Það er tóm íbúð og alltaf í útlöndum. Já, og gaman. En svo það, Arnold Schwarzenegger blikkaði aldrei augunum í Terminator 2. Það störtu þarinn. Já, gaman fyrir einhvern sem í T2. Allar að horfa á hann í kvöld að fylgjast með þessum. Hann blikkar víst aldrei. Flott mynd maður, James Cameron. Já, hún var ógeðslega góð, T2. Já, ég fílaði Terminator, sko. Já, ég líka. Svo með þess að fannst hann allt í lagi þarna nýjasta. En svona, ekki alveg sami sjarminn yfir þessu. Já, ég svona, sama með Die Hard nema síðustu sem var viðbjóður. Já, Die Hard síðasta maður. Ég var reiður á. Já, ég líka. 3 frábær. 3 æðisleg, bara Samuel L. Jackson og 4 fín. 4 fín. Svo kom þetta sorp. Já, þetta var ógeðslegt. Og það er eina Die Hard myndin sem er skrifuð sem Die Hard mynd. Allt hitt var svona einhver aðrar hugmyndir sem var bara sett Die Hard nafn á. Já, ok. Fyrsta sem ég skrifaði Die Hard mynd. Það er líka bara, þú sást það líka bara á Bruce Willis, hann nefndi alltaf leikið. Hann var ekki að nenna þessu. Svo átti hann alltaf einu son sem ég fyrir vond skapa. Meira sé að breddin, þetta var allt vond, sko. Það var viðbjöður. Það frekar horfið á Die Hard 1 í, 20. skipti. Sammála. Það til íþrótt sem heitir Banzai, sem er skydiving, en þú hendir pokanum fyrst og ferð svo eftir honum. Pant ekki. Pant ekki? Hvað í gangi? Jæja, hvað það að fara að gera? Þetta er eitthvað sem við kallum Banzai. Ok, hvað ger ég? Sér hérna falliðin? Já. Náðu ég hana. Bara hendin út. Ógeðslega íþrótt. Hvað í gangi? Nóg og hrættur í bara venjulegu falliðastæki. Já, ég hef farið í falliðastöku. Já, ég var Steindi í Evrópska draumnum. Já, alveg rétt. Aldrei verið að hrættur á æfi minni. Hrættur, ég tók þetta í beinni útsendingu FN 957 fyrir einhverjum 15-20 árum eða hvað það var, sko. Það varst ekki hrættur? Hrættur, ég var bara skít í mig, sko. Og sérstaklega, það var þetta glampandi sól, bara sumadagur, geggjað. Ég var að fylgjast með einhverjum gaurin sem voru undan mér, þetta bíða heilengi. Nefn að það var ekki alveg að opnast fallífin hjá einu sem var undan mér. Svo bara opnast einn lokin, já, hefur ekki farað svo upp eða? Ég bara skíti í mér, svo maður komið 13.000 fet, þetta er svo óraunveruleg. Samt skára að gera þetta á Íslandi heldur en í Budapest. Já, með einhverjum mönnum sem sátu bara á einhverjum grasfleti bara eins og verið nýbúin að kýla fötu, sko. Það var alveg bara... Það er ekki óraunveruleg tilfélgsamt, þú bara komin í flugvél og svo opnast hurðin. Það var ógeðslegt. Já, stígum út á vænginn. Ég bara svona, hvað er ég að gera hérna? Ég hugsa allan tíma bara, okkur er ég, veist, er eitthvað sjónvarpsþátt, hvað er ég búinn að tapa mér? Já, ég var í beinni útsendingu í útvarpinu. Hvað er í gangi? Frábært útvarpsefni. Ég skít í mig í loftið. Það eru 2 eftir, það er stjórnlega staðarindir eftir. 1997 hafnaði Yahoo að kaupa Google á $1 million. En frábær ákvörðun. Google er metið í dag á $200 milliarder. Já. Hvorki meira með minna. Frábær ákvörðun. Ég held að það sé búið að reka þannig hérna yfir mann. Já, það er spurning, sko, hefði Google orðað sama innan Yahoo öruglega? Já, það er enda góð spurning, sko. Kannski hefði þetta ekki orðið svona stórtmennarum. Já, en, því líka ákvörðun. Já, þetta var ekki, hann skeit á sig. Ég var ekki Instagram keypt á $1 milliard, 2 ára gammalt fyrirtæki. Já. $1 milliard. Ég held að sjá ekkert eftir því þetta. Instagram er sikalega vinsælt. Já, menn þeir eru bara eitthvað núna bara, guðurinn sem áttu það bara í toppmálum, sko. Já, það leika sér bara eitthvað. Já. Svo er það síðasta stjórnlega staðarinn dagsins, hún er svona pínu skrítin, en kannski þetta er fínt að hjálpa einhverjum á núti sem er að glíma við þunglindi, að dans, söngur og sjálfsfróun er best gegn þunglindi. Og í þessari röðu? Þannig að það er að gera reyna að dansa meira, syngja meira og fróa sér. Já, þannig að þetta voru stjórnlega staðarindir. Ég kann ekki að dansa, ég kann ekki að syngja og við þurfum ekki að ræða þetta fjórða. Ég held að sem ég er að vera góður í því. Hero kynnir. Gagnrýnendur haldi ekki vatni yfir Elysium. Leikstjóra District 9 hefur tekist það aftur. Matt Damon og Jodie Foster eru stórkostleg. Follow me. Stay close. Elysium er æsispennandi. You can get through me. Myndin er meistaraverk. Elysium, frumsýnd 28. ágúst. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Náman og Dúle kynna. Nú styttist í Jeff Dunham, 20. september í höllinni. Ahmed, since you're clearly a terrorist, are you Muslim? No. Scientologist. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11, uppselt klukkan 8. Tryggðu þér miða strax. Jeff Dunham, 20. september í höllinni. Hvar verður þú? I kill you! Dúle, Náman og Sena.
Við elskum grín. Fáðu þér fartölvu sem léttir þér skólagönguna. Örþunnar og léttar Lenovo fartölvur í skólan. Lifðu, lærðu, leiktu með Lenovo. Verslanir Nýherja, Borgartúni og Kaupangi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Bollasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Það er réttir að hlusta hér á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal með ykkur til 6 í dag eða Nonni Plugg eins og hann kallar sér stundum. Við erum í Fantagýr þennan 27. ágúst og það er sem er búið. Ungur maður sem ammali í dag. Nú? Já, ungur, jú, hann er jakkamall ég, Macaulay Culkin. Á Macaulay Culkin ammali í dag? Já, hann er 33 ára. Ég vissi ekki að hann var fættur 80 eins og ég. Ok, Home Alone stjarnan? Já, þannig að ég var að horfa á Home Alone sem mikill aðdandi, þá vorum við jafnaldrar. Já, hvað er hann að gera í dag? Er hann ekki út á túni eitthvað eða? Já, hann er í tómurugli, sko. Hann er bara svo gangandi draugur. Já. Það sé bara í einhverju heroinrugli og eitthvað, sko. Já, frábært. Það er vænlegt til árangurs í lífinu. Já, það er einhvern... En Home Alone skemmtilegar? Ég held að sé bara Keith Richards sem getur það og náða árangri. En það styttist í viðtal við Aron Einar, við sem myndum hringja hann rétt rúmlega 5, þannig að við hringjum í hann eftir örskama stund. Hann skoraði mitt fyrir Cardiff í gær gegn City og er orðinn hetja þarna í Wales. En ég ætla að spila núna, það er verið að deila þessu allt netið og hann er ekki oft sem að ég endurflytti eitthvað hér í þessum þætti. En hann kom til okkar aftur, hann Adam Fjörara sem tók föstudagslægi fyrir 2 vikur síðan. Snillingur. Já, æðislegur og söng fyrir okkur lagið, FM 95 Blöð-lagið hérna á föstudaginn fyrir okkur Egil og þetta komið inn á Vísi. Ég ætla að leyfa ykkur að heyra aftur hérna svona 2 mínútur af þessu lagi þegar að þetta er að mínum að þetta er stórkostlegt. Tjekkum að þessu. Já, þá á það að koma hérna. Þetta er æðislegt og það er aldrei að vita nema hann komi einhvern föstudaginn aftur því að hann er að slá í gegn. Það er nokkuð ljóst. Þetta er algjörlega briljant. Það er líka svo fyndið sko, ég átti svo erfitt með, ég var svona að reyna að hvetja hann þegar hann var að syngja. Já. Að syngja hátt og snið, hann var bara 4 ára sko, hann kann ekki að lesa eða alveg ótrúlegt hvaða mann textan sko. Já. Og hérna, ég var alltaf að segja hann sem var upp og ég átti svo erfitt með að vera að hlæja ekki eins og þegar hann öskraði 2 harðir, ég bara táraðist. Það er magnað með þessar gríslingar sko, þau taka þess að texta bara og syngja þetta ekkert mál sko. Já, hann fyrir létt með þetta. Já. En þetta er komið inn á Vísi fyrir áhuga saman, við ætlum að fara hér í John Newman, Love Me Again og svo ætlum við að hringja til Wales og heyra í fyrirliðanum okkar, fyrirlið íslenska landsliðsins, Aroni Einari. 95 Blöð á FM 957. Það eru Öddi og Jón Gunnar sem eru með ykkur þennan mánudaginn og það er komið að símtali hér í FM 95 Blöð og svona smá viðtali. Ég held að ekki farið fram hjá neinum Íslending, allavega ekki neinum Íslending sem fylgist með fótbolta, að okkar maður, landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson skoraði í gær fyrir Cardiff í ensku úrvalsdeildinni. Sögulegt mark. Sögulegt mark, fyrsta mark þeirra í úrvalsdeild. Já. Það er nú heldur betur flott maður. Já, og ég held að þeir sé að spila í efstu deild í fyrsta sinni 57 ára, náttúrulega fyrsta sinni sem þeir eru í Premier League, eins og hann heitir í dag. Já. Og já, við ætlum að bjalla á hann, þeir unnu City 3-2 og City náttúrulega með, sko, ég held að byrjunarliðið hjá Cardiff í gær að kosta 13 milljónir punda og byrjunarliðið hjá City að kosta 260. Það er minn almátt. Þetta er bara eitthvað djók. Það er rosalegt. En það var ekki nóg því að það var bæðið hrikaleg stemming á vellinum og okkar maður þarna í S-inu sínu. Þannig að við ætlum bara að bjalla hérna. Bjalla á kallinn. Ég held að það sé bara stættur út í Wales. Já. Er það Aron Einar Gunnarsson? Já, sæli. Komdu sæll og blessa þér út í beinu útsendingu fyrir 95 Blöð. Já, sæli, hvað þið? Heitasta útastættum í Wales. Já, þetta er betur. Herru, hvað segir þú? Stjarnan dagsins? Ég er bara slungun í, það er ekkert annað. Nei, þetta var veistlaðna hjá okkur í gær. Já, þetta er glæðan að loka City. Þér eru ekki leiðist það? Nei, heldur betur ekki. Þetta var helviti gaman. Já, til hamingju, ég ætla nú að byrja að óskaði bara til hamingju með leikinn og markið. Það er þarna flottar einkunnir í blöðunum og svo náttúrulega með fyrsta markið í Úrvalsdeild. Já, takk fyrir það. Þetta var náttúrulega ákveðinu blöðurmaður. Það er ekki oft sem að svona hluti gerast en maður náði svona hans að njóta þess að spila og líka bara... Varstu stressaður fyrir leikinn? Hvernig var að spila mótur? Varstu stressaður fyrir leikinn?
Nei, nýrun ekki. Það var nú ekkert eitthvað stressandi. Það var svona, það var ekkert búist við miklu á okkur fyrir hennar leik náttúrulega. En nei, ekki spilni í stress. Það var meira svona tilökun heldur en eitthvað annað. Og ekkert stressandi að lappin á völl og fara að spila mót þessum milljarða stjörnum eða? Kólu, Jæja Túri og Silva og Navas og fleirum? Jú, auðvitað, náttúrulega er það alveg smá stressandi en maður í þessu til þess að spila mótið þeim bestu og svona einhvern veginn ná að sanna sig á mótið þeim og líka bara að vera í þessari deild er náttúrulega bara snill, sko, og fá einhvern veginn bara þannig að spila mótið svona köllum er náttúrulega bara aðeinslegt. Er þeir minni en maður svona heldur? Er þeir minni en maður heldur, bara eins og Silva, er þetta ekki einhver algjör tittur bara? Jú, hann er tittur, sko. Það er ekki? En Jæja Túri er reyndar rísi, sko. Já, ok. Já, ég var einhver sem sagði mér að Silva væri bara eins og Sveppi, bara ekki með bumbu. Hann var bara pínu lítill. Hann sama með Aguero, hann er alveg mjög lítill og... En ertu að taka eftir leikin, eins og eftir leikin í gær á móti svona stóru lið eins og City, baðst treyju? Herri, ég vildi svo skemmtilega til að ég fekk Snapchat frá vinn okkar, sameiginlegi vinn okkar, hún Gullaus. Gunnleifsen? Já, ég fekk Snapchat frá honum og hann bað um treyju, sko, þannig að ég ákvaða að strása allt í sárið eftir leikin og fá treyjun af Joe Hart sem ég skoraði þannig. Vel gert, maður. Ánægði með því, maður. En hann fær að eiga Joe Hart treyju eftir þennan leik. Já, mér sýndist Joe Hart og vondar einhvernir og þið hinni fengu góðar hann í kartumegin. Já. Það var ekki hans besti leikur. Það er bara búist við því náttúrulega. Þeir eru náttúrulega í rauninni að vinna svona leiki náttúrulega en það er náttúrulega þeir fá yfir sig drull þegar og því lík læti á vellinu líka, maður heyrði það alveg heim í stofu hann í gær, svaðaleg stemming maður. Þeir hefur gaman að sér, Karti Vataðin og átti þetta skili líka. Þeir er náttúrulega búið að vera það löng bið í eftir deild, 57 ár, þannig að þetta var gífuleg stemningan og fólk var búið að býja eftir þessu heil lengi. Og veistlega kannski bara fram á kvöld eða? Já, maður heyrði það. Ég sá það allavega á Twitter að fólk er að kenna okkur hversu þunn þau eru í dag, Heldur betur ástæða til líka, maður. Já, heldur betur. Þetta var gaman að þessu, Blöðin hérna heima og mæntalega úti líka, búin að skrifa því sögu bækurnar í Cardiff allavega, skora fyrsta mark í úrvalsdeild. Já, það var ákveðin bónus líka. Það er líka vel afgreitt, ég rána það. Það var vel afgreitt. Hvað segirðu? Það var vel afgreitt, það var grimmt í þessu, ég fílaði það. Já, takk fyrir það. Ég þarf hins vegar bara að kenna þér að fagna. Við verðum að búið til eitthvað Það veit ekki hvað maður að gera. Já, það verður að kenna mig hvernig að fagna. Já, þetta er nú ekki verið leiðilegt fyrir United mannin. Vita aðdáðandi Cardiff að þú sé að það er United maður. Já, þetta hefur komið fram með einhver stað, sko. Það var einhver sem komst að einhverju tweetið eitthvað sem ég var að segja eitthvað með Robin van Persie og eitthvað. Og þetta kom einhvern veginn í blöðin og fólk veit að því að ég sé master aðdáðandi en þetta var ákveð. Þetta var bara skemmtilega og vonandi bara ná þeirra að klára þetta í kvöld á með Chelsea. Já, það er svaðaleikur í kvöld maður. En hver er svona næsti leikur hjá ykkur? Mástu það? Við eigum Everton heima á laugardaginn. Everton heima, næsta laugardag. Já, svo er landsleikir að passa. Já, svo eru landsleikir. Herðu, við ætlum bara svona að hlera þið eftir þetta og óskaði til hamingju. Já. Frábært til þær. Já, takk fyrir það. Og við bara sem United menn sérstaklega ánægðir með þetta. Já, mjög ánægðir. Já, ég fór allavega lappandi brosandi af velli í gær og byrja á því að ringi Gulla, hann svaraði ekki. Það var bara takk honum fyrir leikinn en hann bara svaraði ekki henni. Best auglýsti Manchester City, aðdáandi Íslands. En þú getur þetta að feika eitthvað nárameðsli þegar þið spilum við United, ég nenni ekki að horfa að sökka þeim, sko. Það gengur ekki. Nei, það er spurning, sko. Já, en takk fyrir okkur og hafðu það sem bara allra best þarna úti, vinnur. Já, ég beðir þeim. Já, bæ. Gaman yfir, takk. Ok, bæ. Þetta var Aron Einar, hetja gerðdagsins. Ég heldur betur, maður. Hún að skrá sig í sögubækunar hjá Cardiff. Það kom orðin kellaði fyrir þetta spjall og gaman að heyra það að hann fekk treyjunast Joe Hart fyrir Gulla. Já, landsliðsmarkvinn sem að fekk 3 mörk á sig í gera. Það var gaman fyrir Gulla að skella sér hann. Nákvæmlega. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bogota, Nókóla, mátt bóka, allt kóka. Kóngan djók sem við köstum dói, rámi góð, drekk mig í gólf fyrir 12. Set kokki og spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í
já skerp og hát eins og Hjörtur Hásir, þessi bás að fá sér nóa nópal og nórutín, nóa vatn og B-vítamín Skanna shades, rauði Gatorade, Maradona í eitt steik fyrir og eftirleik Dúttu skítur en drastir reynd, hösl og feys, býð svo heim smell og dreik og dætt í sleik Bóta pappa, stráka grei og laumi gei seg ekki breyk Ó nei homie, ég svo self-made Ó nei homie, ég svo self-made Ó nei homie, ég svo self-made Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum En ég dett bara í rommið Stífbónu fjósið Fyrir stefnumótið Við óhreina ljónið Með spúlaða lókin Tóni eins og óðinn Því þjóðinn við tónin Og ég þvæ mér hendur Áni snerti á með lókin Fuck það Þeir eiga ekki jack Þetta rockbar En þeir eiga ekki jack Fuck Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum Do you want to see them? Yeah. And the music? FM 957 og Sambíóin kynna The Conjuring. Hversu langt síðan þú sást alvöru hrollvekju? Hversu langt síðan þér leið illa við að horfa á bíómynd? Hversu langt síðan þú bókstaflega nagaðir neglurnar af hræðslu? FM 957 og Sambíóin bjóða þér að sjá óhugnarlegustu mynd ársins. The Conjuring, byggð á sönnum atburðum. You have a lot of spirits in here. Sérstök hræðslusýning verður mánudaginn 27. ágúst. But there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Við viljum taka það fram að FM 957 tekur enga ábyrgð á svefnleysi, andlegum veikindum, vinnutapi eða vanlíðan sem kann að koma í kjölfar sýningarinnar. Þú ert algjörlega á eigin ábyrgð. Komdu með okkur á The Conjuring. Við eigum miða. Ef þú þorir. NetGyro kynnir. Gagnrýnendur haldi ekki vatni yfir Elysium. Leikstjóra District 9 hefur tekist það aftur. Matt Damon og Jodie Foster eru stórkostleg. Follow me. Stay close. Elysium æsispennandi. Myndin meistaraverk. Elysium frumsýnd 28. ágúst. Aktu taktu, sumartilboð. Osborgari og kók á aðeins 599 krónur. Já, ég sagði 599 krónur. Aktu taktu, 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Það alltaf verið að brjálað í skiptibókum í Griffli-skeifunni. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verði í sterkara sambandi. Það rétt, verði í sterkara sambandi með símanum. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð. Ötti og Jónsi með ykkur hér til 6 í dag. Og það komið að dagskrálið sem var fastur á 50 dögum alltaf, en við hefum svona verið að detta inn á mánudagan eftir að Steindi tók við að hjöpa.
og það er flottulaga keppnin. Og við kepptum síðasta mánudag, Jónsi. Það fór illa fyrir þér. Já, þú bakaði mig. Þá völdum við sem sagt, upp á lögin okkar frá því vorum úlingar og við erum ennþá svolítið að nostra við svona gamla tíð. Já, við erum í nostalginu. Ég vona að það tengist ekki því að ég sé aðeins eldri þú. Nei, alls ekki. Við ætlum að hafa þemað í flottulaga keppnin í dag. Hvað var svona vangalagið okkar þegar við vorum að vanga sem úlingar? Þannig að þitt er nú svona, er ekkert að reyna að vera fyndin, en þitt er væntanlega aðeins eldri mitt. Þitt er aðeins eldri þitt. Eitthvað 5 til 6 árum. Já, einhverju leiðis. Og já, sko, fyrir mér var þetta mjög auðvelt val. Það er bara eitt lag sem kemur upp í hugan þegar ég var að vanga. Já. Ég var endar ekkert allt, jú, ég er enda að vanga svolítið. Já, maður hendi gott vang. Já. Það var stemming þegar rólulegin komið, sko. Ég hafði mjög gaman að vanga líka. Já, og hver er ekki gaman að góðu vangalag? Það var reyndar það var einu sinni sem mér leiði illa eftir gott vangalag. Já, okkur. Það var ég var aldrei í gallabuxum hjá rúlingur. Nú. Og ég var alltaf í joggingalla. Ok. Alveg bara þar til ég byrjaði fjölbraut. Já. Og þegar ég var í 8. bekk einu sinni, þá mætti Guns N' Roses bólnum mínum, svarta og gallabuxunum mínum, sem var svona spari. Já. Bara í gallabuxu þegar ég fór á böll. Þetta er dagsatt. Balblö. Já, og var að vanga stelpu sem ég var svona pínu skotin í. Já. Nema hún vildi ekki klára lagið með mér. Nú. En það var ekki að því að það var ekkert eitthvað sem ég var að gera rangt. Það var svo mikið reykingalykt af bollnum mínum. Nei. Jú, ég kom heim og lét mömmu og pappa heyra það, sko. Mætti blöð í 8. bekk og urðaði við foreldra sína. Hún vildi ekki klára vangaði með því að svo mikið reykingalykt af mér. Þannig að það var að byrja að reykja nær glugganum á heimilinu. Þetta var náttúrulega, sko, þetta er hvað 1993 eða eitthvað. Það var ekkert óalgengt að fólk bara strompaði inn á heimilinu, sko. Það er bæði hægt að reykja í dag. Bara fullkomlega eðlilegt. Já, bæði í bílnum og inn á heimili. Það er mjög fyndið að sjá um eitt gamlar bíómyndir annað, þetta er reykjandi alls þar. Já, þetta er svo astanlegt að sjá þetta. Það mátti reykja í flugvélum. Já, og bíó. Já, bíó og flugvélum. Það er frábært. En já, vangalög, aftur að því. Já, hvort viltu vera undan eða eftir? Ég spái að vera á undan núna. Undan núna, og þið þekkir reglur, kæru hlustendur. Við spilum hér 90 sekúndur úr lögunum og svo ringið þið 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur flottulega keppnina. Það er einskot eitthvað mun eftir þessu lagi, maður. Já, hversu langt aftur í tíman eru að fara hjá þér, Jónsi? Þetta er 1987 held ég, þetta lag. 1987 var Jón Gunnar að vanga. Þá var ég 7 ári í Bandaríkjunum. Þá var Jón Gunnar að vanga, það hljóma bara sér ég sé. Þetta er rosalegt. Ég fór á tónleikameistar á hljómsveit fyrir 23 ára síðan. Fyrir 23 ára síðan. Og hver er hljómsveitin? Hljómsveitin er Whitesnake sem spilaði hér í Reiðhöllinni 1990. Þar var gamli Grimmur. Og hvaða lag varst að vanga við? Is This Love? Is This Love? Þetta er lagið hans Jóns og ég er í flottilega keppninni í vanga þema. Þeir eru að hlusta hér á flottilega keppnina. Þetta er hljómsveitin Whitesnake með Is This Love. David Coverdale þarna að syngja draslið úr þessu. Heyrðu þetta? Ég verður samt að gefa þetta er flott lag, sko. Þetta er hrikalega flott lag, sko. 1987 var gamli maðurinn á gólfinu að vanga sig. Já. Is This Love. Og já, þá er hins vegar komið að mínu lag. Hann er búinn að fá sínar 90 sekund, Jónsi. Já, hvað tekur þú? Sko, það kom bara eitt lag til greina með mér. Ég náttúrulega hef vangað alveg nokkuð lög, en ég held ég hef vangað langoftast við þetta lag. Og þetta er svona lag bara, þegar ég heyri þetta lag, þá minnir þetta mig bara á félagsmyndstöðuna, 8., 9., 10. bekk. Já. Og þetta er vinnur minn Bryan Adams. Já. Er hann ekki frá Kanada? Hann er frá Kanada. Og ég hefði getað hendi í annað með honum sem var Heaven með Bryan Adams, manstu það? Já, það er eldra en mitt lag. Já, það er mun eldra. Heaven er þetta alveg fínt lag líka. En lagið sem var að gera allt vitlaust þegar Blöð var að vanga, það er Everything I Do. I do it for you. Vá, maður. Og átti vel við hjá Blöð á þessum tíma. Allt sem hann gerði hann. Vel ástfanginn á því. Já. Look into my eyes. You will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. Bara vanga. Já, það er svo mikill blöð þarna. Það er svo mikill ást og hlýja í þessu. Okkur er svona mikill blöð þarna. Já, hefur brefið þitt eða? Við skulum fara yfir það eins og eftir. Ástam. Það er svo mikill blöð þarna. Já, 15 sekundur.
Þetta er framlagið mitt í flottulega keppninni Vanga þema. Það er endur alveg synd, ég fæði ekki besta partinn það var There is, það er hérna Þarna byrjar hann að hækka sig maður. Þetta er svakalega. Ég var að vinna í útvarp á þessum tíma, svei mig þá. Já, ok, þegar ég var að vanga. Þú varst að vanga á þetta, þá vorum við að henda þessu á fónin, ég og Þór Bæring og gamlinkallarnir. Gert, þetta er svakalegt lag. Þetta er svaða keppni, það er Is This Love með Whitesnake eða Everything I Do It For You með Bryan Adams. Þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Það er 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði. Og bara hérna að opna fyrir síman og fá einn fyrsta hlustanda. FM, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er þú, Öti. Það er Öti, það er Bryan Adams. Já, ég er að fóra að spæla ykkur, sko, hvernig var hægt að spila hitt lagið á böllum, sko, var það stór plötuspilari í salun eða? Það var stór plötuspilari í salun. Raffinur. Risa plötuspilari sem að sáum það. Hvað varst þú að vanga á sínum tíma? Ég er 20 núna, sko, Já, takk. Hann var að vanga bara áðan. Bara við Miley Cyrus. Það er ekkert verið að vanga lengur, held ég. Er þetta dautt í dag? Er fólk ekki að vanga á skólaböllum? Já, ég held að vilja þetta bara eitthvað svona techno og eitthvað. Já, ok, kannski eru tvítur. Ég var nú ekki að vanga tvítur, en svona fyrir 6 árum, varst ekki að vanga þá? Er það bara techno? Já, jú, það hefur kannski verið eitthvað. Það er synd að vanginn segja þetta, en takk hérlega fyrir að ringja og takk fyrir aðkvæðin. Hálítið. Ok. Þetta er góð spurning. Er verið að vanga? Já, góð spurning. FM, góðan daginn. Já. Halló. Það er hvíti snákurinn. Það er hvíti snákurinn, Whitesnake, maður. Is This Love, glerhart lag. Það var þannig. Varst þú að vanga við Whitesnake sjálfur? Já, bara slamma og vanga á allan pakkan, sko. Here I go again on Still of the Night. Here I go again on my own. Já, ekki syngja þun. Takk fyrir að hringja. Bye. Það er 1-1 í þessu FM, góðan daginn. Halló. Þú voru að slökka í útvarpinu? Já, það sé bara datt út. Já, hún bara datt út. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég verði að segja seinna lagið. Seinna lagið, Everything I Do It For You. Yes. Já, ertu Bryan Adams aðdáandi? Já, mjög mikil. Já, en varst þú að vanga við hann á sínum tíma? Já, það kom það til. Já, hvað er svona þitt vangalag? Áttu eitthvað svona spes? Uppáhaldslagið mitt er nú þetta lag sem var í spilum, sko. Á sínum tíma, þú hljóma nú ekki mjög gömul. Nei, ég er bara 18. Bara 18, já, ok. Já. Þannig að þú hefur ekki verið að vanga, já, sko, fyrir ég var að vanga það, þá varst þú að leika bara með... Já, bara sand. Dúkkur eitthvað, já, bara sand. Takk fyrir að ringja. Já, ok, bye. Það er 2-1, það er spenning í þessu. FM, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag, hver fætt hitt atkvæði? Það er Bryan Adams. Það er Bryan Adams, hann er að taka hér 3-1 fórustu. Já. Varst að vanga þann sjálfur? Mér minni það, ég er vonað svolítið gammal, sko. Ok, varstu nær Whitesnake eða? Já, ég myndi segja það, sko. Ok, en fílaði Bryan Adams lagi betur? Já, ég fílaði, og hef fílað Bryan Adams betur heldur en Whitesnake í gegnum tíðina, sko. Ok, þá þakka ég bara að kjalla fyrir það og Bryan Adams gerir það líka. Já, hafa það gott. Takk fyrir sömuleiðisunni. Já, ég pínur hættið við vinsendir á Bryan Adams. Já. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þetta var bæðið djöfusins viðbjóðin, maður. Er ekki ykkur að bíómið eða eitthvað? Ekki ykkur að bíómið Þetta var djöfusins viðbjóður. Þannig að þú ætlar ekki að kasta atkvæði í þetta? Nei, ekki enn. Nei, ok, gef ég bíómið að setna. Já, flott. Ok, bye. Já, þessi ringdi til að kvartuðu lögum. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvort lagið var betra? Mér fannst þú Bryan Adams vera betri. Hann er svona nær mann í tíma líka. Ég er á svipuður ekki þú. Já, ok, þannig að þú hefur verið að vanga við þetta líka? Já. Glæsilegt það er 4-1, þetta lítur ítla út. Ég þarf að ljúga til aldur og velja bara eitthvað nýra. Ég hendi bara í eitthvað nýtt í næstu ykkur bara, þetta er alveg. Herðu, takk fyrir að ringja. Ok, fara að ljúga til aldur. Já, ég þarf bara að feika þetta. Við þurfum bara að búa til nýtt þema. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það er Nonni Tattoo. Það er Nonni Tattoo og Whitesnake, maður. Eitt í viðbótir. Nonni Plug fær líka eitt atkvæði. Já, Nonni Plug. Hvað, ég kom með 2. Og svo Lemon Boy 1. Já, eitt líka, hann er búin að vinna. Ok, takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ok, það er Jónsi komin inn í þetta. 4-2 FM. Halló. Hæ, hvort lagi fannst þið betra? Ötti, 5-2, komin sigur. Takk hérlega, takk fyrir að ringja. Já, bye. Ok, bye. Þá er það komið. Everything I Do It For You vinsælla vangalag heldur en... Is This Love með Whitesnake. Já,
sem að ég fór að sjá í reiðhöllinni 1990. Sko, í flottulegakeppninni þá næsta mánudag, ef þú ert hérna, þá þurfum við að fara að velja bara eitthvað annað þema sem að tengist ekki aldrei þinnum. Nær tíma, sko. Síðast var ég prins og mentu áskræða, þá var Purple Rain ný og þá var fólk að hlusta bara í alvörinu búin í sandkassa, sko. Við verðum að fara að uppgreita þetta þema eitthvað, sko. Já, þetta var flottulegakeppnin, þakka öllum fyrir sér hringdu. Fáum hér Alex Clare og þetta er flott lag, hvað heitir Too Close? FM 95 Blöðum, sitjum hér ég og Jón Gunnar. Flottulegakeppnin búinn. Þú bakaði mig. Já, þægilegur sigur þar að ferð styttist í netmisnotkuna. Hún er hér eftir örskama stund en ég ætla að segja frá því að það var maður hérna sem var að skila sér núna í New Jersey í Bandaríkjunum. Já. Sem að vann Powerball jackpotin. Sem er nú ekki frá sér verndið, þetta er náttúrulega einhverjir miljardar. Já. Nema hann beið fram á síðasta dag sem var núna á sunnudaginn eða í gær til þess að koma með miðan inn. Og hefði hann komið degi og sent að hann ekki fengið vinningin. Þegar þeir eru bara með vissan tíma sem hann mátt. Já, veit ég vinningin? Já, ég veit ekki. Þetta verður bara einhver húmór hjá hann. Já, rosa svalur á þig bara. Já, ég hefði farið bara á mínútunni. Ég bara strax. Hvernig getur átt bara lottómiða heima hjá þér? Já, þetta eru fleiri 10 miljónar, þetta eru 10 miljón dollara ekki? Jú, þetta eru miljardar. Miljardar? Það er að geima miðan hvað bara heim í eldhúsi og svo tímistan eða eitthvað. Það er ekki aðeins svalur á því. Nei, ég fer bara á morgun. Ég skil ekki svona vitleins. Nei. En spilarðu lottó, Jónsi? Nei, ég ger það ekki. Nei, aldrei? Ekki einu svona þó að sé sjöfaldur eða eitthvað? Jó, ég er enda að hendi í 6 og 7-faldan, sko. Já, ég byrja að taka þáttan í kringum 5-faldan. Þá byrja ég svona að hugsa með mér, hvað er gaman? Já, ég þarf að tippa oftar, ég er gaman að því. Já, það er líka gaman, ég er ekki spila fyrir eins og þú. Nei, ég er enda búin að skána rosalega, sko. Nú? Já, þetta er eitthvað að minka, sér löngun. Já, ok. En það er alltaf gaman að gambla inn á milli. Já, já. En það er ógeðslega pinnandi að vera búin að kaupa sér lotta með það. Hann er sjöfaldur og þú byrjar að hugsa ég veit hvað ég ætla að gera allan byrjingin. Þú ert svona að byrja að hugsa ferðalög og eitthvað svona. Já. Svo bara fyrstu 2 kúlunar og þú ert ekki með einn réttan af öllum 10. Já, vonin er svo sterk, sko. Já. Þú ert búin að sjá fyrir eitthvað líf bara fullt af peningum. Og byrjar að hugsa mér þess að, af hverju ekki ég? Já. Getur alveg sér ég og eitthvað annars. Af hverju þessi gæi frá Nesgusta, eða þessi danska steik sem vann hérna 300 miljónir í Víkingalottói. Ég get alveg fengið það. Já, af hverju ekki ég? Já, þannig að svo bara það er svarta, svo byrjar svo bara svona hrinur heimðin strax bara þar komið að breyta þetta. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo er það netmisnotkunnin og þú ert með nýjan þar eða ekki? Jú. Sem hefur ekki komið áður? Já. Segum á þessu. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Er þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Sýndu okkur hversu einbeittu þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. Netgyro kynnir. They have it all on Elysium. Frá leikstjóra District 9, Matt Damon, Jodie Foster, Elysium, frumsýnd 28. ágúst. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Nú er boltinn hjá þér, Lengjan. Taktu þátt í leiknum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Þetta er King Frikki Dór hér með Maður Ásins. Þetta er skemmtilegt. Já, þetta er geggjulega. Það verður flottara við hverja hlustum, eins og ég segja. Við höfum mjög gaman af Frikka Dór, ég og gormandi mínir. Það er mikið sungið með Frikka Dór. Já, hann er líka bara topptónlistannar. Þetta er snilligur. Skemmtilegur einhver, en það er komið að misnotkunninni hér í FM 95 Blö og ég ætla nú svona að byrja á að Usual Suspect, þú ert með eitthvað nýjan handa okkur. Já, ég er með skemmtilega setningu hérna. Já, þetta er ekki flókið, við förum bara inn á Facebooki og tekkum hvað fræga fólki er að gera og ég ætla að byrja á Völu Grand, það er alltaf eitthvað að gerast í kringum hana eftir að hún var single og ég er svona með eitthvað 2-3 statusa hérna er einn, oh my god, hvað þetta er krútlegt, var að búa til kaffi og heyrði pappa segja við mömmu mína að það besta sem við skeiði lífi mínu, Mariana er að kynnast þér, hjarta. Wow, hvað varðum svona ást í dag? Shit, þetta vil ég með einhverjum in the future. Passion, love, respect, devotion, honor. Þetta er svo sannlega ekki mikið til í þessum nútíma. Eða mikið til í þessum nútíma, þetta held ég að vera. Og nú spyr ég Jóngun eftir sammála Völu Grand þarna. Foreldrar hennar voru að tala svona fallega við hvort annað. Vantar meira þessu í dag? Er það? Já, ég er ekki allir bara svona nokkuð fólk sem er í samböndum, er það ekki? Það held ég ekki, sko. Hvort annað?
Hvað varðum svona ástætta? Shit, með tveimur, þetta vil ég með einhverjum in the future, passion, love, respect, devotion, honor. Þetta er, já. Þetta er svo sannarlega ekki mig, ég er ekki sammála vel sko. Það er pottið til ást og hamingju og fólk gott hvort annað. Líka bara að fólk er í sambandi, þá er það oftast loða krútlegt við hvort annað. Það er heldur hlutara. Hvað ert þú svona að kalla, hvað ertu með snulla eða hvað ert að nota? Er ég með snulla? Já, hvað er svona? Jú, ég ætla að kalla hérna konu snullu. Hvað kallar hann svona? Skalla mig. Þú ætlaði bara góður. Ég er bara sæta, fallega eitthvað. Hvað er eiginlega að því maður? Íslenska, jú, snulla. Það er þetta kettlingurinn minni það. Ef ég myndi kalla konu minni snullu, þá er ég skallaður. Er það ekki með neitt fyrir að nikka á hana? Ég kalla hana Sála, þú er sálfræðingur. Já, ok, Sála, það var sætt. Takk. Svo er það hérna Vala, 21. ágúst, þá fer hún hérna í er svo lost í lífinu akkurat núna. Svo margt í boði, ég veit ekki hvaða dyr ég á að opna. Skóla út í Kanada, eða vera heima og launcha Grand Look, eða vera í Kef, eða flytja til Reykjavík. Oh my god, fuck, týndist síðan ég skildi. Jesus, help someone. Þannig hún er einhverju bobba. Já, hún er hérna... Ekki búin ákveða. Það er svona, veit ekki hvað hann vill. Það er mikið greinlega í boði fyrir Völugrand. Já, hvort hún er að fara til Kanada, eða vera í Keflavík, eða Reykjavík. En svo er, sko, hérna kemur eitthvað, hún hefur vantilega tekið út, en fyrir 2 tímum síðan, sko, þá sett hún inn status, það hefur greinlega verið einhver dramatík á Facebookinu hennar. Nú? Já, sem hefur verið tekið út, því að hún skrifar hér, vil byggjast afsökunarbeiðni til Mattías, því ég veit ekki hvort þetta bréf væri frá honum, like real honum, eða hvort einhvern væri að stríða mér, og ég vil bara segja sorry að hafa sett þessa bréf á Facebookið mitt, en come on, mér bara fucking brá að fá bréf frá þér. Ég veit ekki raskat hver í fjandanum þú ert fyrir núna þegar ég googlaði þig og svona hissakall eða svona. Já, skömmustuleg svo þig. Já, skömmustuleg kall. So please don't try to hurt me. Ég er svo fucking mega stressuð núna en allavega takk fyrir fallega og einlega bréf sem lét mig gráta og ég finn til mér en veit ekki hvort ég sé rétt að konan fyrir þér. Like my men, sakaskrálaus ef ég á að vera hreinskilinn. Are we cool? Hvað er að gerast? Það er mikið drama á Facebookinu og Völugrand sko. Já, ég veit ekkert hver þessi maður er og hvað þetta er. Hann Mattías hennar hefur greinlega hendi einhver gott bréf. Já, hún hefur sennilega fengið sendt eitthvað frá honum og hún hefur sett það bara svo allir myndi sjá eða eitthvað. Já, hún hefur byrkt það bara, hann hefur sendt henni bara bréf sem er ekki verið vinsælt. Einhvað biðlega til Völugrand. Já. Og já, hún hefur bara hendi á vegginu eða eitthvað sko. En greinlega tekið út, en hún er að biðjast afsökunar á það. Já, við bara vonum að þau skiljið sátt. Hún er svolítið orðljót, hún Vala, hún er svolítið reið. Svona inn á milli, já. Já, þetta er í smá reiði, hún vinkon okkar. Já, sammála því. Men hvað var, já, þú varst með skemmtilega línu frá... Ég með frábæra setningina frá Kalla Benson, sem er snillingur. Já, hvað var hann með á Facebookinu? Hann kemur góða setningu hérna, sko. Þó maður vinni utandyra er óþarf að tapa sjálfsvirðingunni og klæðast einhverju lörfum. Þetta finnst mér alveg frábær setning. Hann er greinlega verið að keyra fram í einhverjum sem að bara... Hann er að keyra fram í einhverjum mönnum að vinna úti eða einhverjum fólki. Já. Og það hefur greinlega ekki verið að dressa sig upp fyrir íslenska veðróttu og vera að vinna úti. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er óþarf að tapa sjálfsvirðingunni og klæðast einhverju lörfum þó maður sé að vinna úti. Mér finnst það briljant. Svo var það Sölvi Tryggva hérna í lokin. Við vantar smá skammt af... breyskleika, jafnvel drepa nokkrar heilafrumur, er Snapchat ekki fínt í það? Gefa þið viku og sjá hvort maður verður komin á botn mannlegra tilveru fyrir ágústlok. Solvit. Þannig að hann er komin á Snapchat eða Sölvi og já, það er reyndar eftir að maður lokaði og fær bara frá vinnu sínum að þá er þetta ágætt. Snapchatið? Já, ég er latur að senda en ég fæ mjög mikið frá ykkur félagunum, þér og Agli vinnunum. Þið rýmist í ræktinni eða borða pizzu eða keri eitthvað í ganga eða eitthvað sko. Og viljum að þú vitir að því. Og viljið að ég viti það og ég er bara þakkláttur fyrir það. Þið er að keri í vinnunni eða keri í ræktinni og hver vil ekki vita það? Nákvæmlega, þess vegna færði Snapchat frá okkur. Það er rétt. Þetta var netnótkunnin en hér eru Muse komnur á fóninn. Strax eftir Muse fáum við lagi á leiðinni heim og það er lag með tónlistamanni sem ég hef ekki spilað áður í FM 95 Blöð. Ótrúlegt en satt, því að hann var alltaf miklu uppáldið mér í gamla dag. Hér að verð Muse með lagið Uprising. Við höfum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim. Ótrúlega satt að þá hef ég ekkert spilað Holy Grail í dag og verður þetta sannlega í fyrsta sinn í mánuð, einn og hálfan. Já, sem ég spila ekki Holy Grail. Frábært lag, maður. Það er engin Justin í dag, ekki einu svona Take Back the Night, Tunnel Vision. Nei, ég veit ekki hvað er að gerast. Engin Justin. Sérstaklega þegar þú postaðir hjá þér áðan hérna medleyinu, sirpun hans. Já, Facebooki, hann var rosalegur í gær á VMAs. Já, Video Music Awards. Þessi gæi, sko. Tók öll bestu lögin sín og það er geggjuð sirpa sem ég hvet fólk til. Það var ekkert barnalandi í dag heldur.
Já, hörru, tökum örstuð. Ég fann ódöglíkt inn á hann. Ok, var sem sagt barnalandi lélegt annars? Það var ekki mikið með verða þetta, sko. Okay. En þetta er aðeins, þetta er svolítið gamalt, en þetta er samt bara, það er ekki hægt annað en að dásta þessu. Okay. Fyrirsögnin er, dildó til sölu, lítið notaður. Og ég barast það. Þannig að það er ofta að gera kjara kaup á bland, svo sannlega. Já, en þetta er viðbjöður. Þetta er mynd. Hann kostaði upprunalega 14.900 krónur. Það er greinlega, hann kostaði sitt, sko. Já. Og lítil nokun útskýrist að því að gripurinn er örlítið bilaður og þess vegna fer hann ódýrt frá þessum. Og já, þessum er til gaman sketta að gervilímurinn er bleikur og hægt að sérst að kaupa það. Hver er að auglýsa lítið notað kynlífsleikfang til sölu? Fyrir líka bara, þetta er... Það er bara svo að kaupa tuggi tyggjó eða eitthvað. Já. Þetta er bara ógeðslegt. Ég skal freka að fara að hendi í tuggi tyggjó heldur hann að fara að hendi í þetta. Slökum aðeins á. Hvar er bleiki vinurinn búin að vera? Þetta er bara, ég fæ bara einhverja ónotatilfinning. Já, þetta er rosalega óþægilegt. Mjög óþægilegt. Þannig að, já, það var ekkert bland í þetta, fyrir utan þetta. Þetta er skemmtilegt. Fyrir utan þetta, já, þá veitum við það. Falleg mynd. Lítið nota kynlífstæki. Vá, hvað þetta er vont eitthvað? Þetta er rosalega vont. Gaman að enda á þessu svona árum fyrir mig í þægilega smell á leiðinni heim. Já, við ætlum að enda þetta á læginu á leiðinni heim. Svo er það bara players í kvöld upp á Höfða. Kíkja á Manchester United Chelsea. Og ég ætla að segja 3-0. 3-0 fyrir United. Já, ég ætla að segja það. Ég ætla að vera glerharður. Það er ekki smá bjartinni. Ég ætla að spá 1-1. Já, veist. Þó svo ég vonu náttúrulega við vinnum. Já. Þú spáir 1-1 en vonar að við vinnum. Þú ert eins og, veist, já, ok. Ég er orðin með þess að mjög stressað núna. Þú ert alltaf stressað Vona það besta, en það er hins vegar komið að læginu leiðin heim. Ég ætla að byrja að þakka þér fyrir daginn, Jónsi. Já, takk fyrir það. Alltaf gaman að fá þig. Þetta er ríkilega gaman. Minni á þáttuna morgun, Sveppurinn komin heim frá útlöndum, þannig að við verðum hérna saman félagarnir í fyrsta sinn í, einhverjar vikur. Hann er búinn að vera í fríi, búinn að vera á Spáni, kallinn. Kemur auðvitað kaffibrúnn og sætur hérna til mín á morgun í miklu stuði. Tanaði Sveppi, það er eitthvað. Já, Tanaði Sveppi og svo er það Rikki G sem er að taka hérna við af okkur. Hann verður með ykkur til 9 kvöld, takk vel á móti honum. Takk fyrir hlustunum í dag. Endum þetta á læginu á leiðin heim sem er með Moby og heitir Natural Blues. Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá efnalauginni Björg í Mjótt, Splass, 1011 og Sushi, Mikkelsen, Ólís, OB og margt fleira. Kynntuður tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snillt. Netgyro Kynið. Taken everything, food, water, medicine. Cancer removed. And left us with nothing. Frá leikstjóra District 9, Matt Damon. I'm gonna make this right. Jodie Foster. Activate Kruger. Elysium, frumsýnd 28. ágúst. Skólaföt. Next Kringlunni. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi.